Ég síðan tekur boltanum og skýrir frá hvernig við hjá Námsmatsstofnun erum að vinna út frá þessum áherslum og hvaða möguleika við sjáum á þróun námsmatsaprófa í framtíðinni. Og loks erum við með fulltrúa notenda sem Gylfi Jón Gylfason frá Reykjanesbæ, fræðslustjóri þar. Og hann ætlar að segja okkur frá hvernig skólar á Reykjanesi hafa verið, og fræðsluskrifstofan þar hafa verið að nýta skimunarpróf til þess að bæta lestrarárangur og okkur sýnist að það hefði þegar skilað árangri bættri kunnáttu á eins og þau eru mælt á samræmdum prófum. Við erum með fundarstjóra hér í dag, Hanna Sigur Hjartardóttir, og ég held ég gefi henni orðið. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl og blessuð öll sömul. Gaman að sjá hvað margir koma á þennan fund vegna þess að þetta auðvitað líka málefni sem að snertir býsna marga á landinu. Eins og Arnór sagði þá verða 3 framsöguerindi og að þeim loknum hverju einu þá verður tími fyrir svona 2-3 stuttar spurningar beint til frummælenda en við erum með aðal tíman fyrir svona fyrirspurnir að lokum. Það verður svona smá pallborð þegar framsögumenn hafa lokið máli sínu. Við gerum ráð fyrir að hvert erindi sé það bil 20 mínútur, þannig að okkur gefst ágætt tækifæri á eftir. Og þá vindum okkur í þetta, nýta tímann og það Björg Pétursdóttir, deildarstjóri í Mennta- og menningarmálaráðuneytinu sem ríður á vaðið og fjallar þróun samræmdra könnunarprófa í ljósi nýrrar aðalnámskrár og hvítbókar umbætur í menntun. Gjörðu svo vel, Björg. Sjást. Já, komið sæl öll sömul. Gaman að vera hérna í dag og sjá hvað margir eru komið. Ég ætla að ræða hérna aðeins þróun samræmdra könnunarprófa í ljósi nýrra aðalnámskrár grunnskóla og hvítbókar umbætur í menntun. Sumarið 2011 þá kom út almennur aðalnámskrár grunnskóla og hún leit svona út, ég tók hana með, þetta ekki hana öll síðan. En í henni þá voru fyrstu 3 kaflarnir sameiginlegir við grunn, leik og framhaldsskóla. Og síðan komu þetta greinasvið ekki fyrir en voru 2013. Þannig að þegar við erum að tala nýja aðalnámskrá grunnskóla þá erum við að tala það sem bættist við þetta voru 2013. Ein nýjung sem meðal annars fjallað í öllum námskránum 3 áhersla á hæfni nemenda. Og þá horft frá því að skilgreina hvað í að kenna nemendum og lögð áhersla á hvað þeir eiga að geta loknu námi. Og þessi áhersla, hún alveg í takt við önnur nágrannalönd. Það að leggja áherslu á hæfni í námskrá á að hafa áhrif á skólastarfið sjálft. Áhersla á hæfni á að fela í sér að horft sé til, eins og ég sagði áðan, getu að námi loknu í stað þess hvað nemandunum var kennt. Hún á að leggja áherslu á að fjölbreyttar leiðir geta legið að sama marki og að þörf á fjölbreyttu námsmati sem getur þá metið bæði þekkingu, leikni og hæfni. Þannig vonumst við að áherslan á hæfni hún leiðir í rauninni til þess að í skólanum fá við fjölbreyttara námsumhverfi, fá fjölbreyttara námsmat, námsleiðir og áherslan verði á að virkja nemanda. Í greinasviðum námskrárinnar þá eru gefin upp hæfniviðmið og matsviðmið. Og hæfniviðmiðin þau kveða þá á hvaða hæfni gert ráð fyrir að nemendur búi yfir í 4., 7. og 10. Íslensku hæfniviðmiðin í íslensku eru flokkuð þarna í fernt,
En ég ákvað að taka hérna eitt dæmi, tala má, hlustun og áhorf mynd. Og þar sjáið þið að í 4. bekk er talað að nemandi eigi að geta sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst einhverju fyrirbrigði. Í 7. bekk á hann að geta tekið þátt í samræðum og rökræðum. Og í 10. bekk þá á hann að geta tjáð skoðanir sína með ýmsum hætti og rökstuðlar. Svo ég tæki bara dæmi. Og þegar maður les þetta hæfniviðmið, þá sér maður að til þess að ná fram þessari hæfni á þessum nemendum, þá getur maður gert það á mismunandi hátt. Það er hægt að gera það með mismunandi námsumhverfi, verkefnum og kennsluefni. Og þá getum við aftur horft á ástæða og hvernig væri þá hægt að prófa slíkt á saman hátt. Við getum líka hugsað það þegar við lesum þessi hæfniviðmið, hvort þetta sé endilega hæfniviðmið sem tengjast íslensku eða hvort hægt sé að vinna með þessa hæfni í öðrum greinum eins og náttúrufræði, samfélagsfræði, smíði eða íþróttum og kannski þá eðlilegt að velta fyrir sig hvort allir kennarar eigi að vera íslenskukennarar. Þetta aðeins ný sýn þegar maður horfir á hæfni í námi. Og þá það næsta spurning hvað á að meta og hvernig. Í aðalnámskrá sett fram matsviðmið og nýr námsmatskvarði A, B, C og D sem svipa til einkunnakvarðanum í PISA. Og hverjum bókstafi fylgir lýsing sem kallast matsviðmið. Og lýsingin fyrir A, hún kallar þá á flóknari hæfni, meiri yfirsýn og sjálfstæði í verki en B og svo kollar koll. A þýðir þannig ekki að nemandinn hafi getað 80–90% af verkefnum eða prófum, heldur að hann hafi getað þau verkefni sem kallað á flóknari hæfni en hér. Þannig matskvarðin líka allt öðruvísi þegar hann orðinn hæfnilegar heldur en það var í gamla. Dæmin sem ég teki hérna mikið rökstuðning og heimildavinnu og eins og ég sagði þá veltum að því fyrir sér hvort það sé skoðað sérstaklega eða nægilega vel í samfélagsprófum í dag. Þarna til dæmis matsviðmið það að nemandi eigi að geta hlustað og nýtt sér upplýsingar í töluðu máli, notað til heimilda í vinnu og geta rökstutt mat á viðkomandi efni. Væri ástæða til þess að í samræmdu prófi gæti nemandi hlusta á upplestur eða samtal eða eitthvað annað en að bara lesa og ætti að leggja til meiri áherslu á eigið mat nemenda á efni, hvort þeim finnist eitthvað skemmtilegt eða fróðlegt eða leiðilegt og hver væri þá rökstuðningur fyrir því. Þið sjáið að það eru ótal leiðir sem opnast fyrir maður að velta þessu fyrir sér. Í námskránni einnig talað lykilhæfni sem á að vinna þvert á greinasvið. Meðal annars í íslensku, ensku og stærðfræði, en líka í öllum öðrum greinasvið. Og þegar við höfum verið að horfa á samtímpróf núna undanfarið þá hafa við bara verið tengt íslensku, ensku og stærðfræði. En þegar maður skoðar lykilhæfnina þá sjáum við að hún svolítið í takt við íslenskuna sem ég var að sýna ykkur áður. Og hún velti því kannski líka fram hvort að þegar maður að lesa eða prófa eða skoða nemandann hvernig hann getur rökstutt og lesið og skilgreint efni, hvort að hann eigi þá kannski að geta unnið það í gegnum eins og ég nefndi áðan, önnur greinasvið eins og náttúrufræði eða eitthvað annað. Í sumar þá sendir ráðuneytið til umsagnar nokkra breytingar á aðalnámskrá grunnskóla og það bárust athugasemdir, ekki mjög margar. Og ástæðan fyrir einni breytingunni, sérstaklega þessari breytingu með 60 einkunnakvarða, sú að það hafði komið upp ábendingar að það væru ansi margir nemendur sem lentu í B að fá einkunna B. Og einkunnin B í nýja námsmatskvarðanum, hún segir að nemandi hafi staðist hæfnikröfur
grunnskólanámskrárinnar og þess vegna er þetta ekkert skrítið að yfir 50% séu að fá B í einkum. En það er þetta mjög mikil mismunandi geta eftir hvort að nemendur eru efst eða neðst í B og þess vegna hefur ráðuneytið lagt til að það verði bætt við B+ og C+, þannig að það verði aðeins strengri og meiri aðferð í einkunnarskalanum. Ráðuneytið hefur, það liggur fyrir drög af frumvarpi til þess að búa til nýja stjórnsýslustofnun, menntamálastofnun, sem við þekkjum þetta flest öll það sem er gert ráð fyrir að sameinast námsgagastofnun og námsmatsstofnun og síðan fari ýmis verkefni úr ráðuneytinu og ráðuneytið hefur þetta mikla væntingar til þess að það verði með þessum því að fá nýja stjórnsýslustofnun að þá verði hægt að leggja áherslu á aukin og gæði í grunnskóla. Ef við skoðum næstu skref varðandi samræmd próf og það er kannski það sem ég langar svona til þess að setja þetta fram og kannski getur við rætt og eftir. Þá er það svoleiðis að ráðuneytið telur samræmd stöðlupróf og skimunarpróf vera mikilvæga þátt í að afla upplýsinga skólastað, meta gæði og árangur, þannig að niðurstöður nýtist sem leiðsögn fyrir nemendur og skóla. Það er jafnframt mikilvægt að prófin séu hæfni niður í samræmi við ákvæði aðalnámskrár. Áhersla í hvítbók um umbættri menntun er að efla lestrargetu nemenda við lok grunnskóla og einn liður í því er að setja inn skimunarpróf í lestri og jafnvel skimunarprófir í leikskóla. Einhvers konar skimunarpróf þar. Verkefnahópur hvítbókar læsi vinnur að aðgerðaáætlun sem þau munu skila í janúar næstkomandi og í vinnu hópsins hefur nú þegar komið fram að það er mjög mikilvægt að hafa svona skimunarpróf og það er líka mikilvægt að hafa heildstætt kerfi sem að tryggi viðbrögð við niðurstöðum skimunarprófa og þess vegna er ráðuneytið mjög spennt að sjá hvaða tillögur koma fram en hefur jafnframt í rauninni falið námsmatsstofnun að gera tillögur skimunarpróf. Setja fram tillögur og jafnvel áætlanir hvernig hægt væri að koma því á. Samtímis er þetta mikilvægt velt fyrir sem hvort ekki ætti að koma fram skimunarpróf í stafnfræði. Ef að bætt er inn samræmdur skimunarprófum inni í grunnskólan, þá getur maður velt fyrir sér hvort að það sé möguleiki eða ástæða til að endurskoða þá inntak og umfang samræmdra prófa í 4. og 7. og 10. Þannig ef að koma fleiri próf inn, er það ástæða til að hafa svo stórt 4. bekkjarpróf, stórt 7. bekkjarpróf, eða maður er ástæða til að horfa á þetta heildstætt sem kemur. Með það þá í huga hver er markmiðið. Markmiðið í tengslum við leiðsögn nemenda, gæðamat og fleiri. Það er líka hægt að velta fyrir sér 10. bekkjarpróf. Væri betra að hafa það til þess við lok 9. Eða er það fínt það sem það er? Ef menn eru farnir að horfa á samræmdu prófin sem heildstætt kerfi, þá er kannski alveg gott að hafa bara allt upp á borðum og velta öllum möguleikum fyrir sér. Ég er að velta þessu upp ekki af því að ráðuneytið hafi tekið inn ákvörðun þetta heldur bara vegna þess að þessu segjum með nýrri menntamálastofnun og sameiningu núna námsmatsstofnun og þá eru menn að velta fyrir sér hvort þessi ekki ástæða að horfa á þetta, ekki síst í tengslum við námskrána og hvítbókina. Ég er með fleiri þætti þarna, það er þessi lengst til hægri með prófatriði leynileg. Það er sá þann hring sett ég þarna inn til að minna okkur á það sem námsmatsstofnun hefur bent ítrekað á að forsendur þess að hægt sé að nýta niðurstöður samræmdra prófa til að meta gæði skólastarfs og þróun í tíma að þá verður að vera hægt að endurnýta prófin. Og þess vegna hefur komið til tals að hvort það ætti í rauninni að hafa prófin rauninni
en í staðinn væru sýnipróf eða leiðbeiningar fyrir skóla og nemendur. En þetta er allt í umræðu. Það er allavega spennandi tíma framundan varðandi samræmduprófin, en það er ýmislegt fleira í gangi hjá ráðuneytinu og í samvinnu við Námsgagnastofnun. Það hefur vinnuhópur verið að vinna við rafrænt skírteini, hönnun á því eða hvað það ætti að fela í sér, og það er gert ráð fyrir að Námsgagnastofnun verði fengið til þess að klára það verkefni. Rafrænt skírteini er hugsað meðal annars til þess að tryggja upplýsingastreymi milli grunnskóla og framhaldsskóla. Það hefur komið ábending það að það væri kostur ef að ráðuneytið myndi gefa út matsviðmið fyrir 4. og 7. bekk og ráðuneytið er að skoða það núna. Síðan höfum við lengi verið að tala um það og það hafa þetta borist ábendingar að skólum þykji innleiðing á matskerfinu flókin og þess vegna vill ráðuneytið styðja við skólana með því að taka upp svona námsumsjónarkerfi og vinnur að því að styrkja skólana til þess að geta tekið upp kerfi sem að styður við innleiðinguna og auðveldar kennurum vinnuna. Og að loks hefur það líka komið til tals í ráðuneytinu hvort það væri ástæða til þess að setja upp svona bara endurskoðunaráætlun, ef við getum sagt svo, að greinasvið grunnskólanámskrárinnar yrði í stöðugri endurskoðun, þannig að maður getur hugsað sér að kannski hvert greinasvið væri endurskoðað eða rýnt 4. hvert ár og þá kæmi það síður upp að allt kerfið væri að breytast á sama tíma sem að maður auðvitað heyrt kvartar hjá skólanum þegar allt er undir í einu. Það væri faglegra kannski ef við gætum verið með þetta í stöðugri endurskoðun. Námsgagnastofnun og Menntamálastofnun gætu þá komið með gögn, afla gagna til árið áður en endurskoðun á að gerast. Og það myndi kannski svona efla samfelluna í skólastarfi. Þetta eru þeir hluti sem að við höfum verið að velta fyrir okkur í ráðuneytinu og það eru spennandi að heyra hvað ykkur finnst það. Takk. Ragnar spyr hvort með C+ og B+, þetta er ekki spurning um frumvarp, þetta er rauninni bara spurning um útfærslu á námskránni sjálfri. Hugsunin er svo, þetta er rauninni hægt eins og Svíar gera þetta, þeir hafa innleitt svipað námsmannskerfi og við og þá virkar það í rauninni þannig að við erum með lýsingu fyrir A og fyrir B og ef að nemandinn getur það sem stendur í B og svo getur hann nokkuð leyti það sem er í A, en þér finnst í rauninni A ekki vera fyllilega nógu góð lýsing á nemandanum, en hann er samt betur en í B að þá gefur það B+. Já. Já, við stefnum að því. Já, ok. Nei, við stefnum að þessu.
Bergljót spyr skimunarpróf. Ég reikna með að Arnór muni útskýra það betur hér á eftir. Og við þökkum Björg fyrir, það eru margar spennandi vangaveltur sem að þarna var velt upp, en þá komið Arnóri Guðmundsssyni, forstöðumanni Námsmatsstofnunar og reyndar núna líka forstöðumanni Námsgagnastofnunar, sem hefur það báðar. Og hann ætlar að kalla hæfni miðaða námsmat, þróun skimunarprófa vegna lesturs og líka rafræn einstaklingsmiðuð próf. Gjörðu svo vel, Arnór. Já, komið þið sæl. Ég spyr þarna eru samræmd könnunarpróf úrelt og eins þá í því samhengi hvernig við erum að horfa á hæfnipróf, tölvustudd einstaklingsmiðuð próf og loks skimunarpróf. Og ef við vindum okkur bara á næstu glæru strax, að þá, eins og Björg kemur inn á, þá eru í A-námskránni þessi viðmið og lýsing á hæfniþrepum. Þarna hérna dæmi hæfniþrep B þá, matsviðmið þá, og lýsing á því hvað nemandi á að kunna, eða hvað hæfni hann á að geta sýnt með þessi viðmið í námskránni. Og þetta sjálfur sér sá bolti sem við tökum við frá ráðuneytinu og eins þá þessar áherslu sem að Björg lýsti og við þurfum að skoða og fylgja eftir. Nú, hafa réttu blöðun á þessu. Og hérna dæmi það hvernig við erum þá að útfæra þessi hæfniviðmið yfir í matsviðmið fyrir sem við kallum hæfni einkunnir. Og þarna þá byggt á þessum lýsingum sem koma fram í A-námskrá, en þetta útfært síðan yfir í einhver spurningar eða prófatriði sem maður kalla. Og prófatriðin eru þá að byggja á, eru þá að skilgreina þessi þrep og það fyrst og fremst horft á hvaða spurningar eru það sem að greina á milli, hvort að nemandi á A eða B eða C eða B eða D eða C. Og þetta nokkur ólík nálgun heldur en hefur verið hingað til með samræmdu prófum. Þið þekkið samræmdu prófin sem hafa verið. Þau eru kannski meira að horfa á þekkingu nemanda og hvernig þeir standa í samanburði við aðra nemendur. Það komið gefið út samræmd einkunn við normadreifingu og menn að bera þessu saman innan þessa. Hérna erum við að gefa sjálfur sér fyllri upplýsingar með lýsingum á hæfninni og hvað nemandi stendur og hvernig hún tekst að sýna sína hæfni þá á þessum prófum. Og ég hef eitt dæmi sem ég oft tekið sem þetta að fá kannski ekki 8-5 í hæfni. Það segir ekkert sjálfur sér nemandann. En ef hann fær A og baki A lýsing á hvað á að þekka, kunna og geta, að þá fær hann og aðrir miklu fyllri lýsingu á hans námsstöðu. Og þetta búið að innleiða núna í 10. bekk og var gert í starffræði fyrr á íslensku og ensku núna. Og maður sér strax að þetta gefur fyllri mynd sem hefur að bera saman landshluta. Og þetta þýðir líka að nemendur geta það ekkert bundið hvað margir nemendur eru á þrepi A eða B eða C. Heldur viljum við að sjá flest að koma upp á A-stig. Og þið þekkið kannski svipað umræðuna í PISA þar sem við talaðum þessi 6 þrep sem að nemendur niðurstöðurnar eru birtar á. Nú, næsta mögulega þrep sem eða skrefið sem við sjáum í þessu að færa okkur yfir í sem kallar tölvustudd einstaklingsmiðuð próf, eða Computer Adaptive Testing. Og þá hugsunin svo að nemendur fyrst eru lagðar fyrir svona almennar spurningar. Það kannski fyrst og fremst til þess að greina á stöðu nemanda á viðkomandi sviði
Nú, á grundvelli þess hvernig þeir svara hér, hvort þeim tekst að svara erfið spurningum eða léttum hér, að þá þeir leittir áfram yfir á annað þrep, það sem kanna þá frekar, þetta það sem sagt hér á fyrsta þrepinu það raunverulega rétt, þannig að þá greint nákvæmar á hvaða þrepi nemendur eru og loks síðan þetta staðfest þá kannski með 1-2 spurningum undir lokin. Og þetta þýðir mikla breytingar á því hvernig samræmd próf eru bæði unnin og lögð fyrir og þetta held ég að sé menn búin að tala þetta töluverðan tíma en þetta rökrétt næsta skref með þróun samræmdra prófa. Nú aðeins nánar þetta að þetta þýðir þá að við þurfum að byggja upp spurningabanka og eins og Björg nefndi að þá erum við líka, það þýðir það að við erum þá að loka fyrir aðgang að prófunum. Það ekki eins og núna að prófun eru birt eftir að þau hafa verið lögð fyrir og einhverjir gefnar. Heldur þurfum við að safna spurningum og síðan þá sannreyna spurningarnar. Það ákveðnar aðferðir við það að sannreyna það að spurningarnir séu raunverulega mæla hæfni á þrepi A, B, C og svo framvegis. Og þetta töluverð vinna. Þeir gerðu þetta í Noregi og við höfum svolítið verið að horfa til þeirra og þeirra jafnvel boðið okkur að taka upp sitt kerfi og það held ég sé svona sem flestar þjóðir eru að stefna. Og þetta þá þýðir eins og lýsti áðan að prófið þá einstaklismiða og nemendur geta setið lið við lið og ekki endilega ekki svara sömu spurningum. Þeir jafnvel fá ólíka spurningar í fyrsta þrepi og síðan eftir hvernig svara þar að þá leittir inn í ólíka spurningar, þannig að prófin verða þá mjög styttri. Það ekki það að allir nemendur þurfa að svara öllum spurningum eins og það núna. Það við höfum heyrt kvartanir utan af landi að ensku prófið sé allt of þungt. Skýringin á því svo að við erum að setja spurningar sem að raunverulega prófa hæfni á þrepi A. Það augljóslega ekki allir sem geta svarað þeim spurningum. En það líka aðrar spurningar sem að eru auðveldari. En með þessu fyrirkomulagi þá í sjálfu sér það þurfa ekki allir nemendur að svara spurningum og spurningar lagaðar að þeirra hæfni. Nú aðeins kannski prófin eins og þeir eru núna. Nú ég að koma svolítið nýr að þessu, nýforstuð með námsstofnun. Ég náttúrulega verið að skoða þessi próf yfir gegnum árin og þau svona margt svolítið sérstök íslensku prófið að mínu mati og þau eru mjög bókmyndir. Það kannski okkar menningararfur að við erum að horfa á bókmyndir og spyrja út í því og þau eru líka mjög þekkingamið og hérna eru svona reyndar 2 textadæmi, annars vegar Hjörleifs höfða og ágætis texti og lýsandi þar og eins Steinur frá Tjörnum sem tiltölulega forntexti. Nú aðrir textar voru úr Gylfaginningu og síðan Tröllakirkjunni. Og ef maður ber þetta saman til dæmis við próf erlendis og PISA-prófunana þá eru svona mikið þungi á bókmenntalega texta og málfræði og skilning á því. Og síðan eru spurningar, það var nú hérna ljóð eftir Heyri Guðmundsson frá 1950 sem var spurt Þá hefur löngun, loga heitun, langa vegu sótt, hvað merkja þessi ljóðlínur. Og já, kannski geti þetta verið á svona einstaklingsmiðuðu prófi spurning sem verið þá til þess að greina hæfni þrepa A, en augljóslega eru nemendur sem eru lagari og eru með lestur og skilning. Þetta kannski ekki viðeigandi spurning fyrir þá.
Nú, við erum gaman væntum að sjá að mér en ennþá að spyrja að ég lærði hérna einhver miskun, vorkun og forkun. Það í málfræðinni og þannig ég held að við verðum að spyrja okkur, það líka verður svolítið erfitt að vinna með svona spurningar ef við erum að fara að taka upp þetta nýja kerfi. Ég held að spurningin hljóta að þróast ef það eiga að vera mælikvarða á ólík hæfnislega. Og eins kannski spurning þessa mun á þekkingu og hæfni. Hæfni byggir meira á því hvernig þú getur beitt þinni kunnáttu og þekkingu. Ekki endilega bara hvað þú kannt, hvað þú getur munað utan. Og eins og Björg lýsti, það eru breyttar áherslur í námskránni. Nú, við höfum ekki rætt kannski mikið þessa lykilhæfni, það sem talað gagnrýna hugsun og sköpun og samskipti og svo framvegis. Við náttúrulega mælum það ekki með þessum prófum, kannski verður slíkt mat alltaf meira hjá skólunum, en ég held að þetta er umhugsunarvert, hvort að við þurfum ekki aðeins að hugsa þetta betur og hvernig við semjum og leggjum fyrir þessi próf. Bara sem dæmi samanburður við prófatriði sem var á PISA 2009 lestur eða literacy, að það svona praktík tilkynning frá stórvöruverslun mögulega hættu á netónæmis. Netur hafi smitast inn í þennan ís. Við sá að þetta svolítið langt frá Tröllakirkjunni eða Heiðriki. Og kannski nær veruleika nútíma barna og svörin eru þá svona mjög praktískt. Hvað eru þeir að gera? Eru þeir að auglýsa ísinn eða eru þeir að vara við þessum kökum? Lemon cream, já, þetta eru sítrónu rjóma kex, já, ískex, já. Og þannig að þetta líka dæmi kannski það sem við viljum sjá meira, við erum að mæla einhverja hæfni sem að nýtist nemendum í daglegu lífi. Án þess kannski að fórna allri áherslu á okkar menningararf og Íslendingasögurnar og það að skoða þá spurningarnar og áherslunar út frá því. Nú, loksins aðeins að skimunarprófun, það spurt það sérstaklega áðan og hérna dæmi eitt skimunarpróf sem heitir Late Lysis og Námsmatsstofnun hefur svona miðlað til skóla, það eru hópur sem að þróa þetta og þá hugsunin svo að menn sé að fara þá inn með próf sem að prófa ákveðna þætti á þeim á viðeigandi námsstigum og þið þekkið flest kannski hljóm sem lagður fyrir í leikskólum, þannig að það fer þá fram kannski í leikskólum ákveðin greining á hljóðkerfisvitund eða hljóðkerfinu. Nú síðan því fylgt eftir með lesskimun þegar nemendur komnir upp í grunnskóla og það hérna ákveðin mælikvarða þá að lesfimi, þessi ekki hvað mörg atkvæði á mínútu og sjónrænn orðaforði, lesskilningur og orðskilningur. Og þessi skimun á sér stað kannski á ólíkum aldri. Við byrjum kannski í hljóðkerfinu í leikskóla, síðan þá horft meira á lesfimina eða, já, í fyrstu bekkjum og síðan í fyrstu 3-4 bekkjum grunnskóla menn að mæla ólíka þætti. Og það þetta sem átt við kannski með þessum skimunarprófum og það þannig að víða erlendis að þá leggja menn höfuð áherslu á að nemendur sé búin að ná tökum á lestir á fyrstu 4 árum grunnskólans. Og Guðfinna sem hérna að vinna í lestrar áætlunni sagt mér að það sé hreinlega reglugerð í Minnesota-fylki þar sem að það kveða á það að ef að nemendur hefur ekki náð tökum að læsa í 4. bekk þá grípa til sérstaklega 3. bekk. Þá grípa til
sérstakra ráðstafana. Nú, annað dæmi sem við að ráðherra hefur tekið sem er ekki skemmtilegt, ef við heyrum hérna frá Miriam Wolf sem kom hér og talaði lestur að í sumum fylkjum Bandaríkjanna þá nota menn árangur af 4. bekkjarprófum í læst til þess að spá fyrir hvað þurfa að byggja mörg fangelsi. Það er mjög svona dapurleg staðreynd. En allar rannsóknir sýna að það að hafa ekki náð tökum á lestri í 4. bekk, það þýðir að þeir nemendur eiga mjög erfitt uppdrátt fyrir lífinu þar. Og höfum það ekki þá skyldu til þess að beita öllum þeim aðferðum sem við þekkjum til þess að ná því fram. Og þar held ég að lesskilningspróf geti komið að því að í 4. bekk það kannski orðið seint, þetta kemur fram í stefnandi kunnáttu. En þá ég búinn að kannski gefa boltann til Gylfa Jóns sem ætlar að fjalla hvernig menn hafa unnið með þetta á Reykjanesi. Takk fyrir. Það er spurningar, já, ef þið hafið einhverjar. Það spurt hvort að Námsmatsstofnun hafi ekki áður verið að horfa á þetta. Jú, það er rétt með tölvustuddu einstaklingsmiðuð próf. Þetta kom upp fyrir hrun og þá horfðum við virkilega alveg á þetta. En það kom ljós að þetta er dýrt og við erum að vinna núna áætlanir kostnaði fyrir þetta og það er sjálfsögur ráðin sem þarf að gera úr það hvort að hægt sé að ráðast í þetta, en við erum til dæmis að horfa á samstarfi við Norðmenn sem eru komnir lengri en við, ekki mikið lengra, en þeir stigu þetta skref með rafrænu prófin á síðasta ári, og síðan eru þeir að fikra sig við þessi einstaklingsmiðuðu próf, þeir eru kannski komið til langt ennþá, þannig að við erum ekki svo sem mjög langt á eftir okkar samanburðar löndum eða fá sem komið svona aðlaðandi próf eða sem sagt einstaklingsmiðuð próf. Já, það er einn þáttur sem við þurfum að skoða. Við vorum svona að gæla við þá hugmynd að leggja fyrir, hann spyr sem sagt hvort að sé tæknileg hindrun sé fyrir því að taka upp þessi einstaklingsmiðuðu próf og það er vissulega einn þáttur og við erum að kanna þetta meðal annars í tengslum við PISA-fyrirlögnina á næsta ári. Hún verður rafræn, þannig að þá verður búið að kortleggja stöðuna í skólum. Nú, þú nefndir mögulega framtíðin að menn getur tekið þetta heima eða eigin tækjum. Það held ég sé líka mögulega framtíða þróun í þessu, því að þá hugsanlega prófin eru þannig að menn getur tekið svolítið hvernig sem er. Þannig að kannski mætti hugsa þá að nemendur þá taki prófin þegar þeir telja sig vera tilbúna til og skelltir og vilja fá nánar upplýsingar sína stöðu. En svona stór hluti, þessi tækni hluti sé ekki varðandi aðstöðun í skólum og hjá einstaklingum sé ekki stærsta hindrun. Ég held að aðal þátturinn liggi í því að búa til nógu góð próf og safna þessum búa til þess að prófa banka og sannreina þessar spurningar sem við viljum nýta í þessu og prófa sér nýja spurningar. Já, við settum Arnóri fyrir, látum þessu spurningar næja núna, komum stað á eftir. Og þá var það þriðji og síðasti, framsögumaðurinn, það er Gylfi Jón Gylfason, fræðslustjóri sem ætlar að fjalla nýtingu skimunarprófa
og samræmdra könnunarprófa til að efla lestur í grunnskólum og talar maður af reynslu. Sæl öll, gott að sjá okkur svona. Ég heiti Gylfi og nú fræðslustjóri Reykjanesbæjar. Ég ætla aðeins að segja ykkur frá, við erum 3 sveitarfélög sem vinnum saman, Garðurinn og Sandgerði og Reykjanesbær. Það er það sem ég á við því sem er reynslan af Reykjanesi. Hjá okkur var þetta þannig að við lögðum af stað vegna þess að við höfðum með að breyta vegna þess að við töldum að það væri þörf fyrir það. Og það er svona slæmstaða svæðisins, menntunarstigið, það var lágt og við vorum slök á samræmduprófunum og vorum með óásættanlega hátt hlutfall af brottfallsnemendum í framhaldsskólum. Og við einfaldlega lögðum af stað með okkar breytingar til þess að reyna að tryggja það að börnin á okkar svæði hefðu sama tækifæri til náms og börn annars staðar á landinu. Það er okkar svona þess vegna förum við af stað. Það er svona frasi sem við notum mikið í söður frá, við erum ekki bara að kenna, við erum að mennta okkur út úr kreppum. Og við settum okkur bara mjög einföld markmið í tölum það að við ætlum að bæta námsárangur og við ætlum að samþætta læs- og stærðfræðin inn í leikskólann annars frá 2 aldri. Og þetta kemur fram sem sagt í formi viljayfirlýsingar sem við kallað árbókasáttmáli í okkur af því að skrifa undir henni í Árborg bæta námsárangur eins og með mæltur og samræmdum prófum. Og markmiðið er skýr, við ætlum að láta krakkana okkar hafa sömu tækifæri til náms og annars staðar og við ætlum að minnka brottfall. Og til að gefa okkur svona bara aðeins hugmyndu hvernig þetta er gert, þetta er markmiðssetning í Njarðvíkurskóla árið 2011 þegar við förum af stað. Þið sjáu þessar tölur, fjórðubekkurinn í stærðfræði með 27,2. Þið þekkið þessa kvarða, þetta er kvarði sem nær frá 0 til 60 og það sem að meðaltalið er 30. Stærðfræðin er þarna í 33,2, í 7. bekknum 25,3, í íslensku 26,7 og svo framvegis. Og svo síðan bara setur skólinn sér að ná það séu framförur hverju ári þangað til að og rauðu tölurnar eru rauntölurnar hvert ár eftir að við lögum af stað. Þið áttu ykkur að þessu. Það er mjög einfalt bara markmiðin er bókstaflega sett fram í tölur. Og sem er skimunarprófin, við notum samræmdu prófin sem skimunarpróf. Við greinum mjög nákvæmlega prófin og ef við erum ekki að koma vel út á ákveðnum þáttum í prófinu þá er þeim upplýsingum skilað mjög vandlega til kennara sem voru með viðkomandi árgang þannig að það sé lagfært á og sömuleiðis er upplýsingunum skilað áfram þannig að kennari sem er með dekking hann veit nákvæmlega hvað skólinn kreppur og hvað er í lagi. Og í mörgum skólunum er búið að brjóta þetta þannig niður að við sjáum ef það er eitthvað sem við ekki farið í að það fylgir það með árganginum að þá eftir að fara í þetta og þetta. Og síðan þetta að það vantar og er í 4., 7. og 10. að það vantar mælingar á milli. Og það sem við gerum einfaldlega er til að bæta árangurinn í íslensku og þar með lestinum og í stærðfræði að það er einfaldlega við röðum inn prófum sem voru okkur tiltæk og notum þau til að bæta kennslu. Kennslan verður því árangur sem ríkari og markvissari. Og af því að markmiðið var að bæta námsárangur, þá verður skimunarpróf spá fyrir námsárangur og við fórum í samstarfi við Háskólann í Reykjavík og það er bara þannig að skimunarpróf sérstaklega í lestri þau spá afturðast vel fyrir árangur í Íslandi. Mjög háflýtni á mikið. Og við erum með fyrstu greinum okkar það núna í sálfræðiritinu. Þetta er bara svona örstutt yfirlitið hvernig við röðum prófum inn. Enn og aftur þetta við erum að nota próf sem eru til og þarna er málfræðskaprófið EFI inn í leikskólanum, málfræðskapskimun til 4 ára, hljóm 2 og leið til læsis og öðru sem hjá okkur að við látum skilum
niðurstöðum leið til læsis niður til leikskólana á leikskólana, þannig að þeir vita nákvæmlega hvernig þeir skiluðu börnunum frá sér. Leikskólana nota síðan þar til að fara yfir hvernig þeir höfðu kennt. Og síðan sjá þetta, við erum að nota þarna læsi töl, við erum logos, við erum talnalindi og þessu röðum við inn. Og hugsunin er alltaf þessi að gefa kennaranum upplýsingar og nemendunum og foreldrunum sem gefa öllum tækifæri á að bregðast við í tíma. Og það er svona frasum sem við notum mikið, við erum að stoppa í götu. Og það er mjög nákvæmlega með þessu gögn farið að það eru kennsluráðgjafar sem starfa á fræðsluskrifstofu sem halda utan með það og það er engin leyndarmál með okkur. Við deilum öllum upplýsingum, það vita allir skólarnir, allt allir. Og það sem þetta þýðir, og það er inn í þessum árborgarsáttmála að við höfum skuldbundið okkur til að skoða sérstaklega þá sem að ná góðum árangri. Þannig að það flæðir mjög hratt á milli þekking á milli skólanna. Og framtíðarsýnin eins og þetta verklag er kallað hjá okkur, að þegar maður spyr skólastjóra hjá okkur og að því hvað framtíðarsýnin fyrir þeim, þá segja við yfirleitt samstarf. Og skilin eru á mjög nákvæmni formi að kennsluráðgjafar meta niðurstöður undirbúa skil og við skilum alltaf með stjórnvöldar, sérkennara og umsökukennara og það er farið yfir hverju þurfa auka þjálfun í lestri og sérkennslu í lesandunum í lesskilningi, niðurstöður sendur til foreldra og foreldrar nemendur í áhættuhópum, boðar og fund og fá verkefni til að vinna. Og þetta er mjög mikilvægt að eftirfylgja einstaklingsmiðuð. Þarna sjáum við dæmi þetta er skil til eins skólans að það er börnum raðað eftir leshraða, það er túlalínan og þá sjáum við bara að til dæmis, takk ég bara handahófi, nemendunum með 33, hann er undir lágmarksviðmiðum í lestri og þá fær hann algjörlega sérmiðað prógrammi að ná hann upp fyrir bláa stíl. Skiljiði pælinguna. Og þið sjáum í hendi ykkar að hann fær allt annað tilboð heldur en nemandi númer 15 til þess. Þetta er algjörlega einstaklingsmiðað nú. Og svo er þetta einn af frösunum. Það er í lagi að koma illa út úr skilningarprófi. Það er ekki í lagi að leysa það. Og við notum samanhættuprófin í rosalega margt. Skólarnir bera sig saman milli ára, við metum framförin og við veltum fyrir okkur hjá námsmarkmiðum verið náð og þau hjálpa okkur að gera þessi einföldu skýru markmið í tölum og gera kröfu árangur, við fáum upplýsingar stöðum með aðra. Sveitarfélög með önnur sveitarfélög, staða landshluta með aðra, veitir aðhald en leiðbeinandi kennslu, veitir umbóta skólastarf og virkar bara eins og gæða eftirtökum. Svo er þetta mjög mikilvægt og við setjum markmiðið fram í tölum að þá er þetta eitt af því sem þetta er eitt af því sem við segjum oft, okkur er sama samræmd próf, okkur er hins vegar ekki sama hvað við mælum. Og svo dæmið sér tekið, lág einhvern á samræmdu íslensku prófi 7. bekk þýðir að viðkomandi er hæglæs og skilur illa það sem hann les og getur ekki komið hugsun sem til skila á rituðu máli eftir 10 ára nám. Á sama hátt lág einhvern á samræmdu prófi 7. bekk í stærðfræði þýðir að nemandi kann ekki samræmingu, frádrátt, margföldun, deilingu, almennbrot og töfbrot eftir 10 ára nám. Og þá er það bara þannig í þessum grunnfögum sem við teljum vera undirstöðvegir alls annars náms að þá eru forsendur, ef þetta er ekki komið, þá eru forsendur til að standa sig vel á unglingastigi og seinna framhaldsskólastigi eitthvað ekki til henni. Áfram með forsenduna að störðu samræmdpróf gefur okkur tækifæri til að finna þá kennara sem kenna best og skoða kennsluaðferðir þeirra og finna stjórnendur sem starfa fram. Og árangursríkar stjórnunar og kennsluaðferðir flæða hratt á milli skólanna. Við erum ofboðslega mikið í Excel og það eru svona töfrar í tölum eins og við segjum. Að við notum tölurnar, við greinum niðurstöðurnar og kennslan breytist í köfnum. Og
þótt að áherslan sé á góða niðurstöðu á samræmdri prófun, það ekki á kostnað annarra þátta í skólastarfinu. Okkur finnst þvert á móti að með því að hafa lagt áherslu á þessa þætti, þá hefur kennslan á margan hátt orðið auðveldari. Þetta einfaldlega krakkar sem kunna betur það sem forsenda fyrir að gera eitthvað annað. Þannig við erum jafnvel að spara tíma. Og þessi frasi þarna, hann er oft sagður. Við ætlum að vera góð í þessu líka. Sóknum færi við það. Og góð líðan og árangur fyrir saman. Þetta er oft stillt upp sem andstæðum, en okkar reynsla að börnin sem gengur vel í námi þeim líður líka vel í skólanum. Sköpun, frjóðhugsun og árangur fyrir saman. Og í því samhengi þá kannski verður fyrir ykkur sem með listabakgrunn að það er gríðarleg áhersla lögð á að kenna undirstöðuatriðin áður en að mönnum hleypt af stað í skólanum. Þannig er þetta líka hérna. Og við segjum hérna að þetta voru ein megin samræmduprófin, voru ein megin forsenda þess að náttúrulega árangur sem við ná og myndi valda óbættum skaði með hætt og svo eitt hérna að má ekki hafna mælikvarðum þótt að árangurinn sé ekki góður. Það er þessi frasi sem er allt og lífsegur í kennarasamfélaginu, það er aðrir mælikvarður á skólastarf en þessi. En ég minni bara á hvað ég sagði áðan 7. bekkin með hvað það þýðir að leggja lágt á 7. bekkin próf íslensku starfsfræði. Og grunnurinn til að gera annað er ekki komið, ef þetta er ekki eitthvað. En mælikvarðan, samræmd próf og skilmerpróf líka á hann notar til að bæta kennslu. Og við erum að gefa nemendum okkar tækifæri til að verða allt sem við geta við þessu. Og þannig bara að gefa okkur svona örstuðdæmi rýni að fjólubláa talan, það er 2014. Það er verið að skoða þetta, það eru margir sem fá 9,5, einhver sem fær 10 og svo framvegis. Það sem hefur gerst hjá okkur, og við erum búin að ná bestum árangur á einstastigi, það sem hefur gerst hjá okkur er að botninn er að lyftast, miðjan hækkar og það eru fleiri botnir. En við höfum náð ágætis árangur sérstaklega á einstastigi, en við erum ekki, til þess að það er svo við skiljum þetta, til þess að ná árangurum alla leiðu, að þá þurfum við að fleyta þessu, það er fyrst í ár sem við erum að sjá langþráðar framfarir í íslensku unglingastími. Það voru komnar í fjórða bekk, það eru að byrja að sjást í 7. En við erum ennþá langt í land sérstaklega á þessu unglingastími. Og með þessari nálgun okkar þá erum við að reyna að gefa öllum börnum tækifæri, að við erum að reyna að setja stöðuleika í kennsluna, að gæða kennsla verði sameiginlega allra nemenda, allra kennara, allra stofnana, ekki bara þeirra sem skara fram úr einhverjum tilfellum. Annað svona örstuðdæmi rýni, að blátt er þeir sem eru með framfæri, rautt er þeir sem eru í afturför. Við erum þarna saman ræðingunni í 4. og ræðingunni í 7. Og síðan þetta með hvað við meinum með árangri. Þið þekkið þetta þarna lasmeðan 30 og ég er með fyrirvara á 2014 tölum, þetta er handreiknað, þannig að það geta verið eitthvað flögt. En það sem við sjáum þarna er að það voru komnir skólar árið 2010 sem voru farnir að vinna með ákveðnum hætti með starffræðina sem við vorum vant að fara í hér. Þessi þekking hefur sem dreifst á milli skólanna. Þannig að það verður almennt verkefni. Og ég fundi leitt mér að segja að félagsleg staða hún spáir afar vel fyrir námsárangur ef ekki gripið til sérstakra aðgerða eins og. Og þetta er kannski ennþá meira ábyrgð en næstu blöð. Þetta er árangurinn í íslensku og við Reykjanesið er bláa línan og rauða línan er Reykjanesbær, græna er Reykjavík og síðan þessi kortlínan er blá og nágræni Reykjavík.
En þetta hefst með því að það er verið að stoppa í götu. Og af því að það reglulega því hljótið að vera að gera þetta með því að halda einhverjum heima. Ég ætla að leyfa bara að segja að þú getur ekki farið úr rúmlega 25 yfir 30 bara með því að halda fólki heima. Það sem við erum að horfa á eru aukin gæði kennslu. Það er einhver farið eitthvað of sem á ekki að fara í. Kennararnir á Reykjanesi, þeir kenna betur aðrir vegna þess að þeir eru næri. Ég ætla að leyfa mér að segja að ég held að það sé hægt að beita einhverju aðferð þegar nálgun sem vinnar verið að beita hvar sem er. Þetta er bara, það eru tjárar í tjölum og það er hægt að ná langt. Og ég hef þá trú að við getum á örfáum árum komið íslenska menntakerfinu eins og vísu ef við getum einhvern aðferð þessari leið. Það ljúka þessu erindi mínu með því að segja fyrir óvislu sögu. Það er þannig að fyrir mörgum árum síðan þá var starfandi á Suðurnesjum klúbbur fyrir leirtúrskotfing og þeim fannst þeir öldungis frábært. Þeir höfðu séð það í erlendum tímaritum að þeir voru að skjóta það niður með Arnarnes. Þeir hafðu tekið eftir því að þeir voru bara öldungis frábært því að miðað við það sem við sáum í erlendum tímaritunum þá